Góðan daginn. Það svo hátt stiltur hljóðið minn, byrjum vel. Verið velkomin, góði gestir hér í Hörpu og áhorfendur á vefnum. Við erum einmitt í beinni útsendingu á vísi.is og wafib.is. Verið velkomin á fundum samkeppnishæfni Íslands 2014. Ég heiti Björn Berg, deildarstjóri fræðslu og viðskiptaþróunar hjá WAFIB og þessi fundur haldinn í samstarfi WAFIB og Viðskiptaráðs Íslands. Viðfangsefnið okkar í dag úttekt svissneska viðskiptaháskólans IMD á samkeppnishæfni þjóða og við erum hér komin til þess að hlusta og taka þátt í umræðum stöðu Íslands í því samhengi. Við höfum lagt ríka áherslu á það í WAFIB að reyna eftir fremsta megni að rífa þess í gang umræðu mikilvæg efni, efnahagsmál, fjárfestingar og svo framvegis og ég held að það sé alveg á hreinu að þetta sem við erum að fara að ræða hér í dag eitthvað það allra mikilvægasta. Þetta umræðuefni sem á það skilið að sé rætt í þaula, málefnalega og þess vegna frábært tilefni að gera það árlega þegar svona skýrsla kemur út og úttekt. Við ætlum að hlusta hér á örfá erindi og umræður síðan í kjölfarið. Björn Brynjólfur Björnsson sem hagfræðingur Viðskiptaráðs Íslands, hann ætlar að greina frá niðurstöðum úttektar IMD hér á eftir. Hrafn Árnason sem forstöðumaður safnastýringar Íslandssjóða, hann mun síðan aðeins ræða sína skoðun á þessu, draga þetta aðeins saman fyrir okkur og velta upp einhverjum spurningum. Í panelumræðum sem taka svo við verða Sigríður Benediktsdóttir sem framkvæmdastjóri fjármálastöðugleikasviðs Seðlabanka Íslands, Hörður Arnórsson forstjóri Landsvirkjunar, Katrín Olga Jóhannesdóttir stjórnarformaður JÁ og Frosti Ólafsson sem framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs Íslands. Við viljum bjóða ykkur, bæði sem eru hér í salnum í Hörpu og þeim sem að fylgjast með á netinu að taka þátt í fundunum með okkur. Þetta umræða sem ég veit að margir hafa áhuga að taka þátt í. Þið getið sendt okkur spurningar upp á svið með því að senda tölvupóst á fundarstjóri@wafib.is eða með því að taka þátt í umræðu á Twitter með auðkenninu WAFIB samkeppni. Þessar spurningar berast bara beint upp á svið til mín og við berum þær síðan undir panelin. En til þess að opna þennan fund og koma af stað umræðinni samkeppnishæfni Íslands árið 2014 ætla ég að bjóða velkomin á svið Bjarna Benediktsson fjármálaráðherra. Já, fundarstjóri, góður fundamenn. Ég vil nú byrja á því að þakka Viðskiptaráði fyrir að efna til þessarar ráðstefnu og almennt fyrir að vera ódeikt í sinni vinnu við að vekja athygli á mikilvægum þáttum fyrir okkur Íslendinga til þess að bæta okkur í efnahagslegu tilliti. Þess skemmst að minnast þegar Viðskiptaráð tók upp samstarf við McKinsey vegna skýrslu þeirra íslenskt efnahagslíf, þar sem var að finna ýmsan fróðleik það hvar við getum bætt okkur og nú starfandi samráðsvettvangur stjórnvalda og ýmsu hagsmunaaðila á Íslandi sem vinnur úr þeim hugmyndum. Og þessar skýrslur frá IMD eru sömuleiðis mjög gagnlegar fyrir okkur til þess að staðsetja okkur gagnvart öðrum þjóðum. Ég bað eins konar óskalista frá Viðskiptaráði áður en ég settist niður til að taka punkta fyrir þessa ráðstefnu og það stóð ekkert á svari. Efst á blaði var afnám gjaldeyrishafta á þessu ári, svo samræmdur 15% skattur á vörur, fjármagn, laun og fyrirtæki og í þriðja lagi tvíhliða upptaka Kanadadollars á næsta ári. Það kannski aðalega þetta síðasta sem ég verði ykkur vandræði með. En að öllu gamni slepptu var gott að hittast og ræða saman, hugsa samkeppnishæfni Íslands. Við höfum í gegnum tíðina viljað vera meðal þjóða sem þjóð meðal þjóða, þrátt fyrir fámenni og fjarlægðir og okkur hefur tekist það merkilega vel. Það þekkjum við til dæmis af alþjóðlegum mælingum lífskjör. Stundum hefur smæðin verið styrkur, við getum verið fljót að bregðast við og það auðveldar einatt þegar maður þekkir mann og það þarf að bjarga hlutum hratt og auðveldlega, en síðan það nú líka þannig eðli málsins samkvæmt að fæðin getur verið okkur erfið. Við höfum ekki ótakmarkað vinnuafl og það hljóta að vera takmörk fyrir því
hversu marga fræðimenn og sérfræðinga í öllum greinum 320.000 manna þjóð getur alið. En í hverju erum við góð? Það er kannski hægt að segja að við séum góð í að eiga börn. Við erum yfirleitt vel yfir meðaltali og svona í alþjóðlegum samanburði og við skulum ekki, það er engin ástæða til þess að gantast með það vegna þess að það skiptir máli. Það gerir það að verkum að meðal Íslendingurinn er yngri en til dæmis meðal Þjóðverjinn. Hversu miklu munar? Já, það munar það bil 10 árum. 10 árum. Og það skiptir máli. Og það þótt við séum með allra langlífustu þjóðum heimsins. Og það felst í þessu styrkur því hækkandi meðalaldur og vægi fólk sem er komið af vinnumarkaði er vaxandi vandamál meðal margra ríkja eins og við þekkjum. Við erum líka góð í því að skapa verðmæti úr sjávarafurðum og stöndum okkur mun betur en margar aðrar þjóðir í því, meira að segja mun betur en Norðmenn sem komast næst okkur. Og svo erum við á margan hátt ágætt í að framleiða orku. Við stöndum okkur líka vel þegar að mæld er þjóðarframleiðsla á mann, á hvern íbúa. Ég komst til dæmis að því þegar ég heimsótti Pólland fyrir örfáum dögum síðan að þjóðarframleiðsla okkar á íbúa er 3 sinnum meiri en þeirra. Samt eru þeir tiltölulega ánægðir í dag og þeir vekja athygli á því að efnahagsleg þróun í því landi er öll á jákvæðan veg. Og mikið nefnt hjá fleiri en einum sem ég átti samtal við að þegar þeir gengu í Evrópusambandið þá voru þeir með 40% af meðalframleiðslu ríkja Evrópusambandsins en á 10 árum eru þeir komnir í 70% af meðaltalinu. Þessi þjóðarframleiðsla okkar Íslendinga fæst að miklu leyti með einni mestu atvinnuþátttöku sem þekkist. OECD-mælingar sýna að við erum með verulega mikla atvinnuþátttöku. Vinnudagurinn er langur og þetta kom einnig fram í hinni áðurnefndu McKinsey skýrslu sem að setur fókusinn mjög mikið á það hvar við getum aukið framleiðnina í landinu. Við eigum að draga úr áherslu á svið þar sem að við höfum ekki samkeppnislega yfirburði eða samkeppnislegt forskot og reyna að færa störfin í þau svið þar sem að við höfum samkeppnislega yfirburði eða byggja upp störf á þeim sviðum sem skila okkur meiri framleiðni. Og ef við fetum okkur áfram þessa braut af þeim hlutum sem við þurfum að bæta okkur í eða fela í sér áskorunir, veit ég að ég þarf varla að nefna þann fyrsta. Það er einn þáttur sem við þurfum verulega að bæta okkur í. Ég var aðeins búinn að minnast á hann áður. Það er þetta með gjaldeyrishöftin. Og þetta er eitt stærsta verkefni stjórnvalda. Það er í forgangi hjá okkur. Síðasta ár höfum við nýtt til þess að kortleggja verkefni betur, lesa í efnahagsleg viðmið og stærð vandans sem og þol hagkerfisins til að hleypa út fjármunum við losun haftana. Þetta krefst þess að stjórnvöld eigi gott samstarf innbyrðis en menn verða líka að hafa góða sannfæringu fyrir því, líða vel með það að taka ákvarðanir og til þess að komast á þann stað þarf að tryggja að menn séu búnir að kortleggja vandann í þaula. Það verður bara að segjast alveg eins og er að fyrir ári síðan þegar ríkisstjórnin tók við, það er einmitt 1 ár síðar í þessari viku upp á dag síðan að ríkisstjórnin tók við völdum, þá vorum við ekki komin á þann stað að við gætum tekið stórar ákvarðanir þetta. Það hafa sem betur fer ýmsir hagvísar risið á meðan að þessari vinnu hefur staðið, atvinnuástandið farið batnandi, störfum fjölgað, verðbólgan hefur komið niður, flestar stéttir hafa samið, meira að segja náðu samningar í nótt síðast við eina og að mestu vil ég segja að hafi verið fylgt svona þeirri leiðsögn sem aðalega vinnumarkaðarins gáfu kaupmáttarsamninga og við erum að langmestu leyti innan þess svigrúms sem að Seðlabankinn hefur
talað að menn þyrftu að halda sig. Og það að sjálfsögðu á verulegan þátt í þeirri staðreynd að verðbólga er jafn lág og raun ber vitni 2,5% og undir því viðmiði Seðlabankans. Hagvöxtur á síðasta ári fór fram úr okkar bjartsýnustu spám og það er eins gert ráð fyrir því að hagvöxtur á þessu ári fari fram úr þeim spám sem gerðar voru seint á síðasta ári. Við þurfum á auknum vexti að halda og til að geta bætt skuldastöðu ríkisins þarf að halda þessari vinnu áfram. Það þarf að auka fjárfestingu. Hún hefur verið of lág, ekki síst opinber fjárfesting sem er samanburðarhæf kannski við það hlutfall af landsframleiðslu sem átti við fyrir 70 árum síðan. Við erum komin það langt aftur með opinberu fjárfestinguna sem er virkilega slæmt vegna innviða uppbyggingar og einfaldlega viðhalds og annarra slíkra þátta. Atvinnuvega fjárfestingin hefur líka verið lág en við erum með augað á því máli og viljum grípa til aðgerða sem líklegar eru til að örva þá fjárfestingu. Eitt af því sem skiptir máli því er að auka öryggi í rekstrarumhverfi fyrirtækjanna, ekki fleiri skatta, ekki þyngri skattbyrði, ekki sífellt að vera að hræra í ytra umhverfinu, eyða óvissu nokkra grundvallarþætti. Við erum ekki að fara að innkalla allan kvótann á morgun, við erum ekki að fara að þvinga eitthvað svoleiðis máli gegnum þingið, við erum ekki heldur að fara að kollvarpa stjórnarskránni. Þetta finnst okkur skipta máli til þess aðeins að róa og koma meira svona öryggi og festu í rekstrarumhverfið í landinu. Það eru ótrúlegir hlutir sem komast á dagskrá til dæmis í tengslum við endurskoðun stjórnarskrárinnar sem geta hreinlega kollvarpað grundvallarþáttum eins og bara því hvernig við ræðum vernd eignarréttarins. Þetta var verið að ræða fyrir stuttu síðan og að mínu áliti þarf að vera miklu meiri festa og öryggi í umræðu svona grundvallarþætti, sjálfa stjórnarskrána. Mér sýndist líka könnun á væntingu stjórnenda fyrirtækja í vetur að brúnin væri svona heldur að léttast á mönnum og vonandi skila það sér í frekari fjárfestingum og auknum umsvifum. Ég vil líka nefna hér, við viljum beita okkur fyrir fastari tökum á ríkisfjármálunum. Þið þekkið svona þær áherslur sem við höfum verið að kynna í þeim efnum. Við lögðum fyrir þingið frumvarp opinber fjármál. Þar er verið að gera miklar breytingar á bæði ríkisfjármálunum og allri nálgun við fjárlagagerðina. Fjárlagafrumvarpið sjálft mun hafa fókusinn á langtímaáætlunum. Frumvarpið flokkað eftir málefnasviðum og ráðuneytum gert að koma með langtímasýn fyrir þau svið sem menn eru ábyrgir fyrir. Við munum ekki flokka fjármál ríkisins eingöngu eftir ráðuneytunum sjálfum og við munum auka samstarf við þingið, til dæmis þannig að á vorin komi þingið að því að ákveða hvaða ramma við setjum okkur fyrir einstök málefnasvið og það liggi þannig fyrir frá vordögum hvaða svigrúm er innan einstakra málefnasviða og það verði síðan fagráðuneytanna að ákveða hvernig þau vilja ráðstafa því svigrúmi. Fram til þessa hefur það verið alveg nánast fram að framlagningadegi fjárlagafrumvarpsins sem menn hafa verið að bítast á þessa ramma við oft á tíðum fjármálaráðherrann eða fjármálaráðuneytið og það hefur verið mikil tilhneiging til þess að slaka að gefa eftir þegar að hinni þinglegu meðferð kemur. Með því að þingið komið að málinu fyrr eykst aðhaldið og ábyrgðin á málinu. Þátttaka þingsins í því að tryggja að það sé langtíma hugsun sem er hér að baki. Við erum líka að leggja þetta frumvarp fram undir heitinu opinber fjármál, sem þýðir að það verður horft til þess sem er að gerast á sveitarstjórnarstiginu, sem skiptir verulega miklu máli, svo tryggt sé að bæði ríki og sveitarfélög séu á sama tíma að horfa til lengri tíma með þær stóru fjármálalegu ákvarðanir sem eru teknar hverju sinni. Tiltölulega nýlega sáum við dæmi þess að ríki og sveitarfélög voru að ýta í sitt hvora áttina og samstarfið við áherslur Seðlabankans ekki nægilegt og á köflum bara alls ekki til staðar. En í augnablikinu tel ég að við séum með mjög merkilega stöðu uppi
við erum í þeirri stöðu að sveitarfélögin hafa verið að greiða niður skuldir og ná talsvert miklum árangri í því. Það er að gerast á sama tíma og það var raunhæft að loka fjárlagagatinu, sem var auðvitað ekkert sjálfsagt að tækist, en það tókst á þessum árum frá hruni og við þurftum að grípa til ráðstafana á síðasta ári til þess að það markmið myndi nást. Á sama tíma og það tókst, þá tekst samkomulag á vinnumarkaði að semja innan þess svigrúm sem er í efnahagslífinu og ganga ekki lengra en það. Og verðbólgan er á niðurleið. Það er engir utanaðkomandi ytri þættir sem er að valda verðbólgu, til dæmis vegna innflutnings, verðbólgu í öðrum löndum eða þess háttar. Og hver er niðurstaðan? Jú, verðbólgan hefur komið niður. Þannig að ég tel að í augnablikinu séum við á ákveðnum krossgötum. Það er að raðast upp margar stjörnur í svona sömu línunni. Verðbólgan er komið niður. Við getum náð því markmiði að halda fjárlögum ríkisins hallalausum. Sveitarfélögin eru komin á sporið og vinnumarkaðurinn að spila með. Það getur enginn einn þessara aðila aukið stöðugleikann. En ef þeir eru allir að vinna saman, þá er hægt að ná gríðarlega miklum árangri og það er akkúrat að gerast í augnablikinu. Þess vegna er stöðugleiki til staðar og það er svona grunnur þess samkomulag sem að tekist hefur á vinnumarkaði. Nú, góðir fundarmenn, ég veit að hér verður farið nánar svona yfir niðurstöður skýrslunnar. Ég vil bara ljúka mínu ávarpi á því að segja að við horfum til þessarar skýrslu, við horfum til þess sem er sagt hana. Við erum mjög mikið að velta því fyrir okkur á hverjum degi í stjórnkerfinu, í ríkisstjórninni, hvert ráðuneyti, hvað það er sem við getum gert til þess að styðja við jákvæða þróun í þessum efnum, hvað það er sem við getum gert til þess að auðvelda atvinnulífinu að brjótast fram á þeim sviðum sem að eykur framleiðni í landinu og er þannig líklegt til þess að bæta lífskjörin. Og skýrsla af þeim toga sem að hér kemur til umræðu í dag greinir sérstaklega þá þætti þar sem við getum auðveldlega bætt okkur og styður okkur þannig í þessari viðleitni við að skapa réttu aðstæðurnar, rétta umhverfið í þessu efni. Að svo mæltu vil ég þakka fyrir tækifærið að vera með ykkur og ég gæti nú þurft að hverfa hér á braut á aðra ráðstefnu áður en mjög langt líður, en þakka fyrir tækifærið að vera hér með ykkur og óska ykkur öllum alls velfarnaðar. Já, við þökkum Bjarna kærlega fyrir þetta og ætlum þá að vinda okkur í niðurstöður úttektar IMD. Viðskiptaráð Íslands hefur verið fulltrúi okkar Íslendinga í að taka saman upplýsingar varðandi þessa skýrslu, safna þeim úr öllum áttum til þess að hægt sé að bera okkur á eðlilegum grundvelli sama við önnur lönd. Þannig að eins og Bjarni sagði, og það er ákaflega gott að heyra það að það er tekið mark á þessari skýrslu hjá hinu opinbera. Það er vilji til þess að líta til þess hvar við stöndum í þessari alþjóðlegu samkeppni sem við erum svo sannarlega í. En til þess að greina frá niðurstöðum úttektarinnar vegna þessa árs ætlum við að fá hingað Björn Brynjólf Björnsson sem er hagfræðingur Viðskiptaráðs Íslands. Gjörðu vel. Takk fyrir. Ég ætla að kynna fyrir ykkur niðurstöðurnar. Örstutt bara áður en þær koma, þá langar maður að útskýra aðeins fyrir ykkur listan, hvernig hann virkar og hvað samkeppnishæfni í rauninni er. Þetta er voðalega óhlutbundið orð í svona hugum margra. En listin er tekin saman af viðskiptaháskólanum IMD og á listanum eru 60 þjóðir. Þetta eru nær öll Vesturlönd og líka mörg nýmarkaðsríki frá Asíu, Suður-Ameríku og Miðausturlöndum. Og hérna er skiptingin á samkeppnishæfni. Þetta byggir á þeirri kenningu að þjóðir heims keppist í rauninni fjármagn og vinnuafl líkt og fyrirtæki keppa sín á milli að vaxa. Þannig að þjóðir sem eru samkeppnishæfar hafa betri forsendur til að vaxa til lengri tíma og bæta þá sín lífskjör. Og EMD skólinn skipti þeirra prófessorar skipta þessu í 4 þætti. Sá fyrsti er efnahagsleg frammistaða, hversu vel markaðshagkerfi virki í ríkjunum og hversu greiðan aðgang fólk hefur að hæfu vinnuafli og fjármagni. Annar þátturinn er skilvirkni hins opinbera sem er í rauninni bara reksturinn, hversu vel gengur hinu opinbera að afla tekna
og hversu mikið fá þegnarnir í staðinn. Svo er það atvinnulífið og það er framleiðni sem Bjarni nefndi hérna, það er mjög mikil áhersla á það og einnig hversu mikil samkeppnin er, bæði innbyrðis og hversu opið hagkerfið er fyrir alþjóðlegri samkeppni. Og loks er það samfélagslegir innviðir, þar sem við höfum staðið mjög vel undanfarið og það er menntunarstig, langlífi, heilbrigði og aðgangur að innviðum, svona þessar grunnstoðir í samfélaginu. Og bara svona hvernig þetta er reiknað út líka, svo að það sé svona meira gagnsæi á því. Mér finnst það oft svona svolítið vanta í svona umræður að fólk skilji akkurat hvernig talan kemur til. Þannig að bara svona svo ég taki eitt dæmi, þá er hérna lengst til vinstri erum við með samkeppnishæfni sem er heildareinkunnin. Hún byggir síðan á þessum 4 meginþáttum sem ég nefndi hérna áðan og hver þeirra byggir á 5 undirþáttum. Og hérna er tekið dæmi skilvirkni hins opinbera. Það byggir á opinberum fjármálum, stefnu í ríkisfjármálum, stofnanaumgjörð, regluverki atvinnulífs og samfélagslegri umgjörð. Og síðan er hver og einn þessara 5 undirþátta með 10 til 30 mælikvarða sem skiptast í haggögn og stjórnendakönnun. Og þessum haggögnum og þessari könnun hún er framkvæmd af samstarfsaðila stofnunarinnar í hverju ríki fyrir sig. Og þannig er þessu safnað saman úr rúmlega 300 mælikvörðum upp í eina heildareinkunn. En þá eru það niðurstöðurnar. Í fyrra vorum við í 29. sæti af 60 ríkjum. Nú kemur niðurstaðan í ár. Við færumst upp í 25. sæti, sem er hækkun 4 sæti. Og hérna er allur listinn. Bandaríkin eru áfram í 1. sæti, Sviss í 2. Singapúr hækkar 2, Hong Kong og Svíþjóð lækka 1, Þýskaland hækkar 3 stig og Kanada er í 7. sæti. Svo ef við skoðum okkar grannríki núna á þessum lista, þá eru Kína, þetta er meginland Kína, er að lækka aðeins, Ísrael er að lækka og við förum upp fyrir Suður-Kóreu og Frakkland. Og svo vermir Venezuela botninn. En í rauninni þau ríki sem hafa það verst í heiminum, þar sem lífskjör eru hvað verst, eru í rauninni ekki með á þessu lista. Þannig að að vera í 60. sæti þú gætir haft það mun verra. En til að bera þennan árangur saman við fyrri ár, þá erum við smá saman að þokast upp á við. Við vorum í 30. sæti núna fyrir 5 árum og erum núna komin upp í, eða fyrir 4 árum og erum núna komin upp í 25. En ef við skoðum og berum okkur saman við Norðurlöndin, þá erum við ennþá langt að baki þegar kemur að samanburði við þau. Við sjáum að Svíþjóð er í 5. sæti, við erum heilum 20 sætum neðar og við erum mun lakari á mörgum sviðum heldur en hin Norðurlöndin. Þannig að þetta er svona staða sem, við bötnum lítillega á milli ára en það er enn til mikils að vinna og margt sem við gætum lagað þarna. Og ef við skiptum síðan útkomun okkar niður í þessa 4 meginþætti sem við fórum yfir áðan, þá sjáum við að við bötnum á öllum 4 sviðum. Við bötnum langmest í efnahagslegri frammistöðu, bætum okkur þar 10 sæti. Vorum svo sem að koma úr mikilli lægð þar eftir öll áföllin. Síðan í skilvirkni hins opinbera þá bætum okkur einnig verulega. Og þar er þarna góður árangur í ríkisfjármálum og fleiri atriði sem hjálpa til þar. Í skilvirkni atvinnulífs batna einnig flesti þættir. Við hækkum okkur þar 5 sæti. Og svo höfum við lengi staðið sterk í innviðum og staðan þar er áfram sterk og breytist lítið. Og hér er svo skipting þessara 4 flokka í undirþættina sem við sáum áðan. Og þar má sjá mjög dramatískar breytingar. Ef við skoðum til dæmis efnahagslega frammistöðu, þar sem við höfum svolítið veika stöðu, þá sjáum við að til dæmis verðlag, við bætum okkur þar heil 16 sæti. Og þar munar svo miklu að verðbólgan hefur komið niður verulega á milli ára. Og við sjáum að sveiflur í verðbólgu geta auðveldlega tekið okkur mjög ofarlega og neðarlega á þessum lista á milli ára. Þannig að eins og einhver sagði hérna áðan, þá höldum við að sveiflur Íslands á þessum samkeppnislista séu örugglega hvað mestar, vegna þess að margir þessara undirþátta sveiflast rosalega mikið á milli ára. En verðbólgan hefur komið niður, atvinnustig batnar einnig mikið. Við erum með lágt atvinnuleysi, bæði meðal ungs fólks og svo er há atvinnuþátttaka kvenna og þetta hjálpar okkur á þessu mælikvarða. Síðan eru þessir 3 þættir. Við sjáum að til dæmis alþjóðaviðskipti, alþjóðleg fjárfesting og innlendur efnahagur, þau eru öll hægra megin við punktalínuna sem þýðir að
við erum í rauninni að standa okkur verra á þeim heldur en heildareinkunn segir til Þannig að þeir eru í rauninni dragbítur á samkeppnishæfni okkar. Og þarna koma inn í þættir sem mæla stærð hagkerfisins á Íslandi raunverulega, ekki með höfðatölu, heldur bara heildarstærð. Og þar eigum við augljóslega erfitt með að bæta okkur mikið. Við verðum alltaf lítið hagkerfi og það verða tiltölulega fá fyrirtæki á hverju markaði og þetta mun alltaf hafa okkur í þessum flokki. Hjá hinu opinbera hástökkvarinn fjármál hins opinbera. Þar bæta okkur mest af öllum undir þáttum. Og þar munar mestu þann árangur sem við höfum náðst í opinberum fjármálum. Við erum búin að draga úr hallanum verulega núna 5 ár í röð og því spáð að hún sé algjörlega útrýmt í ár. Og það bæði væntingar varðandi það og raunverulegur árangur skapa þennan árangur. Og við sjáum að mesti styrkleikinn í skilvirkni hins opinbera samfélagsleg umgjörð. Og það í rauninni svona grunngildi og þeirrar þjónustu sem hið opinbera á að veita. Og þar skorum við mjög hátt á hlutum eins og jöfnuði tækifæra og jöfnum réttindum, karla og kvenna, ungs fólks og þess eldra. Þá það skilvirkni atvinnulífs, við bætum okkur þar á flestum mælikvörðum. Atvinnuleysi hefur komið mjög hratt niður. Við sjáum að það hefur orðið vitundarvakning góða stjórnarhætti sem bætir okkur verulega og við sjáum kannski bæði líka fyrir svona fjármála áföllin að þessir þættir skipta verulegu máli og vega mjög þungt núna í samkeppnishæfnikönnunum. Og síðan hefur framleiðni batnað nokkuð en við erum þó langt á eftir grannríkjunum þar og sérstaklega hvað varðar innlendar þjónustugreinar. Og það stafar af því að þær eru að miklu leyti varðar samkeppni, bæði erlendis frá og svo eru hlutar þessara greina undanþegnir samkeppnislögum. Og það eina neikvæðan viðhorf og gildismat og þar kemur fram að viðhorf okkar gagnvart alþjóðavæðingu og alþjóðaviðskiptum og erlendri fjárfestingu eru neikvæðari og eru að verða neikvæðari heldur en þau voru til dæmis í fyrra. Þannig að það er svona eina óheilla þróunin í þessum flokki. Og loks eru það innviðirnir, þeir eru almennt sterkir og bæði mennta- og heilbrigðiskerfi stendur ágætlega. Það er auðvitað þar líka stór tækifæri til framleiðni aukningar, sérstaklega í menntakerfinu, við erum þar aftar en Norðurlöndin. Og það er líka tækifæri til að auka nýsköpun, bæði í atvinnulífi og í háskólunum. Þetta eru svona helstu atriðin úr undirþáttunum. Og síðan í lokin á úttektinni einnig nefndar svona 5 viðfangsefni sem eru talin mikilvægust að leysa úr svona næsta ári. Og þar eru mörg rímaðu mjög vel við það sem Bjarni var að segja hérna áðan. Og það afnám hafta, efnahagslegu stöðugleiki með aukinni samfélagslegri sátt, að ríki svona meiri skilningur á langtímastefnu stjórnvalda og síðan að greiða fyrir innlendri og erlendri fjárfestingu, draga úr opinberum skuldum með rekstrarumbótum og opna fyrir alþjóðaviðskipti, draga úr viðskiptahindrunum og auka samkeppni sem stuðlar að bættri framleiðni. Þetta voru niðurstöðurnar og ég bara hlakka til að heyra umræðurnar á eftir. Takk fyrir. Við þökkum Birni kærlega fyrir þetta. Og til þess að draga þetta svolítið saman, setja í samhengi og velta upp spurningum, við fengið Hrafn Árnason, hann er forstöðumaður safnastýringar Íslandssjóða og að lokna hans erindi munum við síðan ræða þessi mál, þannig að hann kannski stillur upp í nokkra spurningar fyrir okkur og vangaveltur. Gjörðu svo. Já, kæri gestir og áhorfendur, við erum með áhorfendur hérna líka. Björn kynnti mér mjög vel og ég fekk nú kannski þann heiður að tala hér vegna þess að ég er sjálfur mikill áhugamaður stefnu svona fyrir íslensku þjóðina og hvert Ísland er að fara. Það er að segja stefnu og stefnuleysi líka. En ég hef 15 mínútur til þess að koma þessu á framfæri, þannig að best að halda stað. Nú, bara nafnið Ísland HF, ástæða þess raun og veru er Ísland það lítið hagkerfi að við getum lítið á þetta eins og bara lítið fyrirtæki eða svona meðalstórt alþjóðlegt fyrirtæki. Og ef við berum á saman kannski, fáum hérna, þá sjáum við hvernig tekjur fyrirtækins eru reiknaðar. Þetta er svona út frá hagfræðinni.
ætla ekki að vera að útskýra mikið nánar en ef við fáum verga landsframleiðslu upp, sem kemur ekki. Þarna kom. Hún spólist ekki áfram innan 10 glærur. En það má segja að tekjur íslenska fyrirtækisins Ísland HF séu mældar með vergri landsframleiðslu og árið 2013 þá voru þetta 1.786 milljarðar. Ef við setjum þetta í samhengi við alþjóðleg fyrirtæki, þá getum við séð það til dæmis að Walmart með 57.000 milljarðar í tekjur 2013, Exxon 50.000 milljarðar og Apple 21.000 og við sjáum það að meira sér Alcoa er með meiri tekjur heldur en íslenska hagkerfið. Ef við skoðum hins vegar fjölda starfsmanna þá sjáum við að við erum með 190.000 starfsmenn á Íslandi, á meðan Walmart er náttúrulega með 2,1 milljón, Alcoa til dæmis er með 60.000. Og bara til þess að draga þetta saman, að þá erum við, hver tekjusköpunin er per starfsmann, þá er hver starfsmaður í Íslandi að skila 9 milljónum í tekjur per haus á ári, á meðan að til dæmis Exxon er að skila 655 milljónum. Og þessi fyrirtæki eru kannski ekki alveg valin á handahófi, en ef við skoðum bara í hvaða greinum þau eru, þá sjáum við að við erum með verslun, við erum með olíuvinnslu, eða olíuiðnað, við erum með tækni, við erum með raforku, við erum með afþreyingu og við erum með stóriðju. Nú, þetta er náttúrulega, þetta er ákveðin einföldun, af því að það er svona, taka bara tekjurnar, auðvitað þarf þetta að vera að skoða framlegð og annað, en þetta er vissulega ákveðin einföldun. En ef við skoðum hins vegar hvert út frá þessu, að það klárlega er tækifæri til að gera betur. Og ef við förum í svona skyndistefnumótun fyrir Ísland og við skoðum þessa skýrslu í því samhengi, þá sjáum við það að stefnumótun 101 myndi teljast vera, að við byrjum á því að segja hvar erum við, hvert viljum við fara og hvernig ætlum við að komast þangað. Nú, Björn Brynjólfur fór ágætlega yfir það hérna áðan, hvar erum við? Skýrslan, EMD-skýrslan, kemur með það mjög skýrt, við erum í 25. sæti. Ef við förum aðeins svona, tökum aðeins nokkra þætti saman í skýrslunni, þá sjáum við það að eins og fór yfir, ég vissi því þetta ekki alveg á sama hátt hérna, en við erum með frammistöðu hagkerfis, skilvirkni hins opinbera, skilvirkni viðskiptalífs og gæði innviða. Og við tökum hins vegar fókusinn bara á topp 10 þættina og botn 10 þættina í skýrslunni. Hvar erum við á topp 10 og hvar erum við í botn 10? Og við sjáum hérna fyrir frammistöðu hagkerfis, þetta voru 83 atriði sem komið fram í skýrslunni fyrir frammistöðu hagkerfis. Af þessum 83 atriðum þá erum við í topp 10 í 10 tilvikum og botn 10 í 5 tilvikum. Þarna er ég búinn að leiðrétta fyrir absolutt stærðum bara í dollarum. Við erum náttúrulega með mjög lítið hagkerfi, þannig að ég tek út absolutt stærðir í dollarum af því að við munum aldrei ná því. Við munum til dæmis aldrei verða stærsta hagkerfið. Það er svolítið erfitt að ná Bandaríkjunum, við erum ekki nema 1000 sinnum færri. Nú ef við tökum sem þess að skilvirkni hins opinbera, þar erum við með jafnmarga þætti á topp 10 og botn 10. Og þannig er ég líka búinn að leiðrétta fyrir til dæmis stærri gjaldeyrisforða. Við erum aldrei með stærri gjaldeyrisforða til dæmis heldur en Japan eða Kína. Nú skilvirkni viðskiptalífs, þar voru þetta 71 þáttur sem voru skoðaðir, þar erum við með 6 þætti í topp 10, 5 í botn 10. Og gæði innviða, þar erum við svo að skoða mjög vel og þarna voru 114 þættir, erum með 30 í topp 10 en aðeins 2 þættir sem eru í botn 10. Og ég ætla bara rétt svona aðeins að skauta yfir svona þessa helstu þætti og draga þá síðan saman svona aðeins í restina. Og við skoðum inn í frammistöðu hagkerfisins, það er þættirnir sem eru í topp 10, til dæmis við erum búin að bæta viðskiptakjörun okkar gríðarlega frá árinu 2005. Mér fannst þetta vísum mjög áhugavert af því að viðskiptakjörun hafa verið að draga saman, en 2005 er viðmiðið, þannig að þess vegna erum við að skora vel þarna. Það er ódýrt að leigja atvinnuhúsnæði á Íslandi, sem að kannski útskýrir á hverju fasteignafélögin eru svona stór eða hafa verið að ganga svona vel. Útflutningu þjónustu sem hlutfall af vergri landsframleiðslu er mjög há og vöxtur af þjónustu útflutningi er mjög hár. Við erum með lágt atvinnuleysi, við erum með mikla aukningu á fjölda starfa og við erum með háar tekjur á erlendum ferðamönnum sem hlutfall af vergri landsframleiðslu eða 6%. Þannig að við erum að skora topp 10 þar nú þegar og samt erum við ennþá að auka okkur. Í botn 10 hins vegar, þá erum við að skoða fjárfesting sem hlutfall af vergri landsframleiðslu. Við erum með fábreytt atvinnulíf, við erum með lítið hagsveifluþol atvinnulífs, við erum með einsleitar útflutningsvörur og gjaldmiðillinn okkar er að hindra samkeppnishæfni. En vissulega við getum náttúrulega ekki verið allt fyrir alla, við erum 190.000 manns sem er að vinna hérna, þannig að við getum náttúrulega ekki verið hérna að gera allt. Þess vegna kemur orðið fæðuöryggi aðeins upp í hugann. En ef við skoðum hins vegar opinbera, það komum vel að því áðan, þróun skulda hins opinbera,
Sem sagt, hallinn hefur verið að draga saman í fjármálunum, ríkisfjármálunum, og ríkið hefur verið að greiða niður skuldir. Við erum vel fjármögnuð varðandi framtíðar lífeyrisgreiðslur. Við erum með atvinnulöggjöf sem er mjög hagstæð vinnuveitendum. Það er auðvelt að stofna fyrirtæki, samkvæmt þess að það tekur 8 daga að stofna fyrirtæki. Aldursdreifing þjóðar, Bjarni kom inn á áðan, við erum til dæmis 10 árum yngra meðaltali en Þjóðverjar, þannig að það er mjög gott, hentar okkur mjög vel, og við stöndum framarlega í jafnréttismálum. Nú hins vegar inn á botn 10 þá er það sem er að hindra okkur það að við erum með hátt raunvaxtastig, við erum með háa tekjuskatta, við erum með háa neysluskatta, við erum með háa fjármagnskostnað. Það er skortur á hvötum til fjárfestinga, aðgangur af fjármagnsmörkuðum er takmarkaður í besta falli, lánshæfismat íslenska ríkisins styður ekki við hagkerfið. Þarna hefði ég haldið fram að peningastefna Seðlabanka Íslands hafi lítil áhrif, enda erum við í höftum, og frelsi erlendra aðila til að eiga meiri hluta í íslensku fyrirtækjum er talið verið lítið, til dæmis flugsamgöngum og sjávarútvegi með erlendra aðilar ekki eiga meiri hluta. Nú förum við yfir í viðskiptalífið í topp 10. Við vorum aðeins að brosa þessu, við veitum ekki alveg hvar við erum að taka þessu, en framleiðni í landbúnaði eru að skora á topp 10. Þannig að fullri vinningu fyrir öllum bændum og þá setjum við ákveðin varnagla við þetta, en þetta er þarna samt. Við vorum í öðru sæti held ég varðandi notkun greiðslukorta, í dollurum talið í veltu, sem er mjög vel gert, við kunnum að nota plastið. Við erum með mjög hæft vinnuafl, það er vöxtur í fjölda starfandi aðila er mikill, sveigjanleiki og aðlögunarhæfni vinnuaflsins er mjög mikill og hlutfall kvenna á vinnumarkaði er hátt. Varðandi botn 10 atriðin hins vegar, þá erum við orðin latari. Við erum með lítinn eða lágan meðalfjölda vinnustunda ári samkvæmt þessu. Það er munar eitthvað í kringum, það munar, ég held að það vera einhverjum 10-15% undir því sem að gerist að meðaltali í þessum ríkjum. Þess að við erum orðin latari, sem er gott fyrir heimili, fjölskyldurnar. Stór fyrirtæki eru ekki skilvirk, eru mælast óskilvirk. Við erum með lítið aðdráttarafl fyrir hæft erlent vinnuafl. Með fullri virðingu fyrir allir því vinnuafli sem er erlenda hér í dag. Aðgangur af framtaksfjármögnun eða sprotafjármögnun er lítill og áhrif skuldsetninga fyrirtækja á samkeppnishæfni er töluverð umtalsverð ennþá og hefur raun og veru lamandi áhrif á alþjóðlega samkeppnishæfni fyrirtækja. Og vippum okkur þá í það jákvæði í innviðina. Við erum með mjög lágt orkuverð til stórnotenda. Orkuveita er talin vera framúrskarandi. Þarna erum við að skora bara nummer 1. Hlutfall af endurnýtanlegri orku sem hlutfall af heildarorku er mjög hátt, eitthvað í kringum 87% samkvæmt þessu en Hörður getur leiðrétt þetta á eftir. Við erum gríðarlega vel stödd varðandi orkuöflun til framtíðar. Við erum með mikinn aðgang af vatni og góða vatnsveitu og við erum með góðan aðgang af hrávörum og fæðu. Og svona infrastruktúrlega fjarskiptatækni, tölvunotkun, aðgangur interneti, bandvít, stöndum okkur gríðarlega vel. Flugsamgöngur eru taldar að vera mjög góðar, það er broskallanna. Upplýsingatækniþekking er mjög góð, verkfræðiþekking mjög góð. Svo kemur þessi áhugaveri hluti útgjöld til menntamála sem hlutfall af vergri landsframleiðslu er að hæsta sem gerist hjá öllum þessum 60 ríkjum. Þannig að samt einhvern veginn er aldrei nóg gott. Svo að tala sem ég sjálfur efast að fjöldi nemanda per kennara er talin vera rétt 11 nemendur per kennara á Íslandi. Ég efast að þetta sé rétt, en það er það annar mál. En þetta sporar þarna allavega. En við erum að háa lífslíkur og við erum með lágan barnadauða undir 5 ára, fá heilsufarsvandamál, litla mengun og áhrif umhverfislöggjafar á samkeppnishæfni fyrirtækja er mjög lítil. Samkvæmt þessu. Nú í botn 10 þá voru þetta örfáar liðir. Við erum að nota gríðarlega miklu orku per höfðatölu. Útskýrist af stórum fyrirtækjum sem eru að nota miklu orku. Fjárfesting í fjarskiptatækni hefur verið lítil. En ég meina það þurfum náttúrulega allir að hafa 4G ekki, en svona án gríns þá mælist þetta lítið. Og svo skorum við í lægsta sæti varðandi lestakerfið. Það er ekki að koma mjög vel út. En þetta er svona, eins og segir, það eru náttúrulega ákveðnir þættir í þessu. Við erum bara lítið land og þess vegna eru ákveðnir þættir sem við munum alltaf skora lágt í. En ef við tökum það svona saman, ef við tökum styrkleikana saman, þá erum við gríðarlega gott aðgengi að auðlindum. Það er orka, það er fiskur, það er vatn, hæft og sveigjanlegt vinnuafl og ferðamenn sem eiga pening. En þá er ég ekki að tala þessum sem koma skemmtiferðaskipunum í 12 tíma og flytja inn kostinn sinn í gámum, þannig að það er ekki þeir sem við viljum. Fyrir utan það virðist vera allir sýktir. Við erum með góða innviði. Samkvæmt þessu erum við með gott heilbrigðiskerfi. Það náttúrulega alltaf heilbrigðiskerfi alltaf slæmt rétt áður en fjárlögum er lokað.
svo búið að loka fjárlögunum, þá heilbrigðiskerfið orðið best í heim aftur. Samkvæmt þessu erum við gott menntakerfi, góða flugsamgöngur, það aftur broskallanna. Við erum með góð fjarskiptakerfi og mikla bandvídd, ódýrt atvinnuhúsnæði, mjög hagstæða löggjöf fyrir atvinnuveitendur og mengunarvalda og við erum með gríðarlega öflugan landbúnað samkvæmt þessu. Nú ef við förum yfir í veikleikana hins vegar, þá svona samantektin að við erum með háa vexti, við erum með háa skatta, litla hvata til fjárfestinga á Íslandi miðað við það sem gerist alþjóðlega. Við erum með litla fjárfestingu sem hlutfall eða lága fjárfestingu sem hlutfall af vergri landsframleiðslu, einhæft atvinnulíf, lítinn aðgang að fjármagni, eðlilega út af fjármagnshöftum. Samkvæmt þessu erum við lítinn og lélegan gjaldmiðil, bara króna sko, og lítið að fá með tækkerfi sem eitthvað sem er mjög erfitt að breyta mjög hratt nema við bara förum hreinlega í yfirtökur á öðrum hagkerfum. Alltaf stríð held ég. En svona út frá þessu þá er rétt að skoða hvert við viljum fara. Og tökum þá forsendu að við viljum nýta sem best alla þá styrkleika sem við höfum og bæta úr mestu veikleikum sem við höfum samkvæmt þessari skýrslu. Og það náttúrulega þá erum við að segja það er að segja ef það eitthvað að marka þessa skýrslu í fyrsta lagi, sem ég tel vera, og hins vegar ef einhver lesa hana. Það náttúrulega væri mjög sniðugt ef við værum að hittast hérna einu á Íslandi og það var engin annar í heiminum að lesa þessa skýrslu en við erum hins vegar að ræða hana í fullir alvöru. En auðvitað þetta náttúrulega gott plagg ef við getum nýtt hana til markaðssetningu. Við sjáum bara Íslandsstofu sem er að trekkja fjárfestingar og annað. Það er mjög þægilegt ef að menn að skoða hvað ertu rankaður. Ef þú verður að stýra erlendu fyrirtæki og hugsar, ætla ég að vera með starfsstöð á Íslandi, kemur Íslandi greina? Og það einhver bara skýrsla hérna, EMD segir, já, heyrðu, Ísland bara hérna í toppmálum, þeir eru bara topp 10 heiminum í samkeppnishæfni. Þá eru við strax komin á radarinn. Þannig að þetta náttúrulega klárlega hjálpar. Þannig að, hvert ef þá að stefna, eins og Björn Brynjólfur kom inn á áðan, eða við sem fyrir fundin, þá var hann að tala við vorum einu sinni í 5. sæti. Við höfum náðið upp í 5. sæti. Þannig að samkvæmt þessu ættum við náttúrulega að reyna að komast upp í 1. sætið, náttúrulega með tilliti til stærðar. Vindum okkur aðeins aftur í þessa mynd hérna og horfum aðeins á það að hver haus á Íslandi er að skapa í kringum 9 milljónir í tekjur á ári. Og hvar viljum við vera? Við erum 190.000 manns, við getum ekki verið allt fyrir alla, við erum með takmarkaða resursa, við erum vel menntuð, við teljum okkur vera vel gefin. Við getum ekki verið allt fyrir alla, við erum aðeins að velja hvar ætlum að vera. Er ekki svolítið augljóst, ef við ekki reyna að staðsetja okkur þarna í olíuiðnaði, raforku og tækni. Stóriðjan virðist ekkert verið að gefa svona með hvernig Alcoa allan að koma út, þá er stóriðjan ekkert að gefa neitt gríðarlega vel af sér. Hún er raun og kannski bara svona hliðarafurð, eins og svo sem segja Heiðar hérna í salnum að í raun og veru erum við ekki að flytja út ál, við erum að flytja út orku. Og það er náttúrulega það sem við hefum að fókusera á. Þannig að ef við ætlum að vera nummer 1, þá tók ég svona saman 10 þrepa áætlun sem er gerð algjörlega án ábyrgðar og taka fram. Ég er ekki hagfræðingur, þannig að ég get talað mjög ábyrgðarlaust. Og 10 þrepa áætlunin er cirka bát svona. Fyrsta lagi bara virka allt sem rennur, sprautast eða blæs og sjálfsögðu á samfélagslega ábyrgan hátt. Það er náttúrulega mjög mikilvægt, við erum að halda friðinn í landinu. En auðvitað, mér fannst svo við minnumst aftur á hann Heiðar í bókinans, Norðurslóðabókinans, þar þegar hann horfir á jökulsárnar á fljótin og horfir á hvern einasta sekundur lítra sem rennur út í haf sem sóun. Auðvitað er það, þetta kemur ekkert aftur. Þannig er þetta að nýta þetta. Nú, leggja sæstreng frá Íslandi og selja orku til hæstbjóðenda, þetta er náttúrulega bara borðleggjandi mál. Það er þetta aðeinslega tilbúinir, við getum fjármagnað hana sæstreng ef við viljum fara í þetta. Þá er þetta fjármagnað hana sæstreng á innan mánuði. Varðandi Drekasvæði, auka kraftinn í olíuleitinu þar. Nei, menn í alvöru, ef við erum að tala um risastóra olíulind þarna á mörkum Íslands og Jan Mayen og við erum ekki raunverulega að gera þetta eins hratt og við getum. Það er náttúrulega í sjálfu sér bara galið. Nú, eðlilega viljum við náttúrulega losna við fjármagnshöftin, þau hindra fjárfestingu. Það vantar hvata til fjárfestinga, virðist vera að gjaldeyrisútboð Seðlabanka séu ekki alveg nóg, samkvæmt þessu. Nú, lækka skatta, hver vill það ekki? Auðvitað vilja lækka skatta. Lækka raunstýrivexti. Ég hef verið þeirra skoðunar að við sitjum uppi með of hátt raunvaxtastig á Íslandi og ég hef svo sem Seðlabankinn hefur nú alveg svarað með fullum háls í þessu og við erum bara sammála að vera ósammála í þessu efni og ég veit að vonandi frú Sigríður mun leiðrétta mig með þetta á eftir. Nú, taka upp annað gjaldmiðil. Það er bara, krónan er bara vonlaus.
taka fram, ég ekki hagfræðingur. Og síðan það náttúrulega örfa nýsköpun, varandi tækni, þannig við getum ekki þvingað hana fram, við náttúrulega örfa hana á réttan hátt. Þú getur ekki bara sett inn fólk og sagt, ok, skapið eitthvað flott. Og síðan eitt svona, mér vantaði 10. atriði, þannig að ég ákvað að hendin einu viðbót að hætta að kenna íslensku í skólum. 20% af allri kennslu í íslenska menntakerfinu fer fram, að kenna íslensku. Við myndum bara sleppa því, kenna starffræði í staðinn eða eitthvað gaglara, að þá myndum við til dæmis skora hærri í PISA-könnuninni. En það eins og það efni í annan fyrirlestur. Þannig að ég hleypa panelistanum af. Takk fyrir. Já, við þökkum Hrafni kærlega fyrir þetta og ætlum þá að snúa okkur á umræðum. Og ég minn ykkur á að þið geti sendt okkur spurningar, bæði verður hér hljónemi í salnum, þannig að þið sem sitið hér í Hörpu getið tekið þátt í umræðinni með okkur. Þið getið líka sendt okkur spurningar með tölvupósti á fundarstjóri@wafib.is ef ég næ nú í tölvuna, þannig ég hafa hana með mér, eða með því að senda okkur spurningar á Twitter með auðkenninu Wafib samkeppni. En Hrafn var að nefna að PISA-könnunin og annað væri nú efni í annan fyrirlestur, en þetta efni sem við erum að ræða hér í dag er efni marga fyrirlestra og í rauninni marga fundi og miklu lengri fundi þennan. En ef við byrjum á jákvæðum nótum og veldum aðeins fyrir okkur þeim tækifærum sem við höfum og þar sem við virðum standa mjög framalega, þá held ég að það sé nú lag að byrja á orkunni, og Hörður var einmitt að halda mjög áhugaverðan og umtalaðan fund í fyrradag sem var ársfundur Landsvirkjunar. Og þar kom margt fram, bæði hvernig staðan er í dag en líka hvernig hún getur verið og hver þróunin getur verið. Erum við að sjá mikla þróun og breytingu á þessum orkumálum okkar Íslendinga til þess að auka skilvirkni í orkubúskapnum? Erum við að fara að flytja út orku með beinum hætti, með sæstreng? Hver er framtíðin? Ef við myndum endurtaka þennan fund eftir 30 ár og líta á sömu skýrslu, hvað þyrfti að hafa gert til þess að við værum sem hæst á lista varðandi orkumálin og mögulega okkar þar? Já, það er náttúrulega algjörlega undir okkur sjálfum komið. Það er eins og kannski með öll þau mál sem við ræðum og all það tækifæri sem höfum og allt það sem við sitjum uppi með, það er bara það hvað við ákveðum að gera, hvað við ákveðum að nýta og hvernig við ákveðum að gera það. Það er alveg eins og kom fram hjá Hrafni, ég held að orkan sem við höfum, að ég held að við vanmetum þau tækifæri sem liggja í henni. Við erum í svona stöðu sem að flestar þjóðir myndu vilja skipta út til að fá þá stöðu í orkumálum, þá myndu þeir vilja gefa nánast eftir allt, skipta öllum. Norðmenn myndu jafnvel vilja skipta út olíunni fyrir endurnýjanlega orku, af því að olía hefur þannig eiginleika að klárast. Það eru stór tækifæri í orkumálunum og þá sérstaklega að nýta orkuauðlinda betur. Við hefum mikil sóun í kerfinu okkar og við nýtum alls ekki alla eiginleika í orkunni, sérstaklega stýranleikan, og það saman má segja með jarðvarmann. Við erum að nýta eingöngu mjög lítið hluta. Við höfum tekið þetta svipað eins og sjávarútvegurinn gerði fyrir nokkrum áratugum, þar sem það var bara nóg magn af fiski, þá var bara veitt rosalega mikið, ofveitt líka, og selt á mjög lágu verði, blokk og mestalagi 5 pund. Síðan sem gerðum við grein fyrir að við áttum lítið af fiski og fórum að vinna fiskin öðruvísi, horfa á framlegð og annað og nýting og mismunandi vörur og höfum stór aukið verðmæti með minni afla. Orkan er eiginlega á nákvæmlega saman stað. Ég er ekki sammála Hrafni að við þurfum að virkja allt sem rennur. Ég held að það sé alls ekki, þetta snýst ekki magn. Við erum með mikið magn og það er fyrst og fremst að nýta hlutina betur. Og orkumálin er ekkert öðruvísi en aðri markaðir. Við getum búið til frábæra vöru og við höfum hana margan hátt en þurfum kannski að gera okkur betur grein fyrir því. Og þá er bara næsta mál að koma vörun á markað. Það er fjármögnun á milli sem Hrafn ætlaði að klára mánuði, en það er komin á markað og sæstrengur er mjög áhugaverð leið til að koma einhverja áhugaverðustu vöru sem við eigum á eitthvað skemmtilegasta markað sem til er.
Akkurat. Þú nefndir, svo við klárum þetta, hvers vegna erum við ekki að gera þetta í dag? Ef þetta svona borðleggjandi og sæstrengurinn, hann í rauninni lausnin á þessu? Og hversu raunhæft það og hversu miklu máli skiptir það? Þú varst að segja ef að Norðmenn myndu skipta þessu út fyrir olíuna. Við erum með niðurstöður hér sem byggja á ansi mörgum atriðum. Ef raforkan vegur svona þungt, þá væntanlega skiptir, ef hún mun betur nýtt, þá væntanlega skiptir það meira máli en sem mun endurspegla síðan í stöðunni á þessari töflu. Sæstrengurinn sem sagt, það lausnin á þessu vandamáli? Það hægt að ná miklum árangri án sæstrengs. Ég myndi segja að stefna Landsvirkjunar ekki sæstrengur, en sæstrengur styður við stefnu Landsvirkjunar. Ég held að það sé alltaf, ef við ákveðum að leggja ekki sæstreng, eða tíminn ekki réttur, það gætu komið upp mál sem að gera það verkum að tíminn ekki réttur núna. Það ýmis mál sem snúa áhættu sem við þurfum sérstaklega að skoða. Tíminn mun þá koma eins og í sáðafundunum, eins og vakti alltaf að ég sáðafundunum núna fyrir 2 dögum, að það ekki nokkur vafa að sæstrengur mun verða lagður, en það getur vel verið að það sé ekki á næstu 10 árum. Það verður bara að koma í ljós, en hann mun koma. En það afar mikilvægt að kanna þennan möguleika. En með fullri virðingu fyrir olíunni, sem ég held að við erum svo sannarlega að skoða, þá eigum við að byrja á því að skoða raforkuna. Hún svo nálægt okkur og tækifærin svo til staðar, og ef við horfum bara á hvað aðrar þjóðir eins og Norðmenn að gera, þar sem þeir eru búin að leggja marga strengi og eru núna að leggja 4 strengi til viðbúðar sem við vitum af, og þeir eru að gjörbreyta öllu raforkukerfinu sínu af því að þeir segja að endurnýjanleg orka mun hafa jafn mikla þýðingu fyrir norskt efnahagslíf og olían, og við eigum 2-falt til 3-falt meiri orku per íbúa heldur en þeir. Þetta voru jákvæðu niðurstöður eða meðal þeirra, en þegar útlendingur með erlent fjármagn lítur til Íslands, það verður nokkuð skemmtilega sett upp hjá Hrafni að svona skýrsla nokkuð hjálpleg. Þægilega vegna þess að þarna búið að draga saman í rauninni nokkra þætti sem eru þá jákvæðir og neikvæðir ef þú ætlar að koma til Íslands til með peninga. Við erum með gott fólk, vel menntað, við erum ágætis innviði, þannig að fólk mun ekki lenda í veseni með það, er ótryggt að leigja sér skrifstofu, en það kemur kannski svolítið á óvart Sigríður hvernig niðurstöðurnar eru varðandi fjármálakerfið, og þegar peningurinn komin inn til landsins og þarf að fara í vinnu, að þá virðast menn hugsanlega geta lent á okkur vegg samkvæmt þessari úttekt. Já, ég verð að segja eins og þegar ég lasi þessa skýrslu þá kom mér á óvart hver niðurstaðan varðandi fjármálakerfið. Það hefur svona verið okkar tilfinning að það væri nægt framboð fjármagns fyrir innlenda aðila og innlend fyrirtæki. Samt sem áður þá sagt að aðgengi að lánsfjármagni þá lendum við í 40. sæti og aðgengi að lánsfjármagni fyrir sprotafyrirtæki þá lendum við í 50. sæti, sem mjög aftarlega miðað við þessi lönd sem við erum að bera okkur saman við. Og svo kemur náttúrulega líka fram að það skuldsetning fyrirtækja sem í raun að koma í veg fyrir að fá aðgengi. Það sagt sérstaklega yfir spurningunni, kemur skuldsetning ekki í veg fyrir aðgengi eða lánsfjármögnun, og þar lendum við í 50. sæti, svo skuldsetning augljóslega að koma í veg fyrir lánsfjármagn. Og meira segja þegar bara spurt beint út, styðja bankarnir vel við efnahagslíf, þá lendum við í 40. sæti, og þarna má augljóslega bæta verulega. Þessar niðurstöður virðast samt sem áður allar vera survey niðurstöður eða niðurstöður úr spurningarlistum. Svoleiðis að það spurning hvað í orði þó að eitthvað annað sé í borði, en það má minnst og bæta þarna þá tilfinningu sem atvinnulífið hefur fyrir því að fjármálakerfið sé að styðja við það. Og við núna í allir þessar umræðum afnám fjármagnshafta og gamla banka og nýja banka, og sérstaklega líka þessar umræði sem við höfðum í gegnum það hrunið og hvað við töluðum illa fjármálafyrirtæki náttúrulega eftir þetta hrun eins og við köllum það, þá megum við ekki gleyma því að þetta alveg óskaplega mikilvægur iðnaður, og alveg óskaplega mikilvægur iðnaður einmitt til þess að styðja við fyrirtæki og styðja við framtíðarhagvöxt. Og þá ekki síður að styðja við sprotafyrirtæki og ný fyrirtæki. Við höfum nú staðið okkur ágætlega að koma af stað nýjum fyrirtækjum sem svo hafa vaxið svoleiðis og stundum vaxið út fyrir landsteinana, eins og Össur til að mynda, og CCP og Marel og þessi stóru fyrirtæki, svoleiðis að ég myndi allan að vilja endilega sjá bæta okkur í þessum niðurstöðum núna næstu árum, og við ættum að vinna mjög hart að því að fjármálamarkaðurinn okkar styðji vel við atvinnulífið og þróun þess. Finnið þið fyrir þessu að þetta sé vandamál? Það að segja til dæmis fjármögnun nýju verkefni? Já, við finnum það. Það að trufla marga fjárfesta.
og sérstaklega trufla þegar að lífeyrissjóðir verða meðfjárfestar sem er mikill áhugi og æskilegt líka í svona iðnaðarverkefnum að þá verður þetta mjög flókið að hvaða peningar lenda innan hafta og utan hafta og þeim mörg verkefni lendi vandræði með það. Já. Ég held að þetta sé líka sérstaklega kannski hjá þessu nýsköpunarfyrirtækjum. Ég man nú eftir því á viðskiptaþingi núna sem síðasta viðskiptaþingi þá var hún Helga Valfells með mjög góðan fyrirlestur um hvernig fjármögnun nýsköpunarfyrirtæki og hún var að tala um að það vantaði þarna englana. Það er til eitthvað sem er bara til að starta en þið vantar þetta bil, þannig að ég held að sé sérstaklega kannski hjá þeim sem eru í nýsköpun og þessi nýju fyrirtæki, ég meina við sjáum til dæmis bara svo Plain Vanilla, þeim gekk ekki að fjármagna sig hér, nú myndu allir vilja fjármagna þá, þannig að ég held að það sé svolítið á þeim faktori. Ég myndi svona halda kannski í þessum daglega rekstri fyrirtækja þá sé svona fjármagningi gangi þokkalega núna en sérstaklega á þessu sviði varðandi nýsköpun. Nú frostið þið í viðskiptaráðið, þið gáfuð frá okkur núna bara rétt á dögunum út það sem kallaði sjónamið viðskiptaráðs sem rýmar að talsverðu leyti við það sem Björn Brynjólfur sýndi okkur hér áðan sem voru þessar ráðleggingar IMD eða það sem að þeir tók út úr þessari úttektinni hvar við þyrftum að bæta okkur. Þú nefnir til dæmis að það að Íslendingar hafi lokað á í rauninni erlenda fjárfesta og erlenda aðila aðkomu þeirra í íslensku markaði. Það sem maður hefur áhuga á þegar maður heyrir að það þurfa að bæta úr ýmsu að þá maður kannski erfitt með átt að sjá hversu miklu máli það skiptir, hversu þungt vegur þetta. Er þetta algjört aðalatriði í íslensku efnahagslífi í dag að við þurfum að opna á erlenda fjárfestingu? Já, ég held að það skiptir gríðarlega miklu máli og það skiptir ekki bara máli í samhengi við aðgengi að fjármagni, heldur líka ef við horfum til afnámsgjaldeyrishafta í fyrsta lagi og öðru lagi kom Björn inn á framleiðni þáttinn og Bjarni einnig að opna markaðinn fyrir erlendum aðilum til þess fallið að auka við samkeppni, ýta undir framleiðni í þeim greinum sem að geta bætt sér þar og við fórum nú ágætlega yfir það í þessu sjónarmiði sem við gáum út í síðustu viku að það ýmislegt sem við getum gert til þess að undirbúa afnám hafta og eitt af meginatriðunum þar að skapa grundvöll fyrir innflæði á móti útflæðinu. Við höfum svo sem farið líka yfir það að haftastaðan að mestu leyti greiðslu jafnaðarvandi, minna skuldavandi og í því samhengi að þá augljóslega skiptir miklu máli að búa svo hnútana að hingað geti runnið inn fjármagn, ekki bara út og í því samhengi held ég að það sé gríðarlega mikilvægt að endurskoða þessa þætti sem að snúa regluverkinu og lagaumhverfinu hvað varðar erlenda fjárfestingu. Við má aðeins kannski bæta við. Mér finnst nú það hefur farið mjög lítið fyrir því sem ég held að það sé nú svona nokkuð gott skref sem hefur verið stigið núna. Það er búið að til dæmis leggja af nefnd erlenda fjárfestingu sem að ég nú stýri nú mjög fegin því og ánægð með það afrek að þeirri nefnd hún sé lögð niður. Þetta var samþykkt núna síðasta þingi sem og líka tilkynningaskyldu. Nú líka í vinnu í gangi innanríkisráðuneytinu varðandi jarðnæði fyrir erlenda aðila. Þannig að það ýmislegt í gangi. Við erum náttúrulega bara svolítið óþolinmóð stundum. En allavega veit ég það að til dæmis þessi nefnd erlenda fjárfestingu hefur orsakað það að við höfum rankað mjög, neðarlega á listi yfir að það sé áhugavert að koma hérna. Þannig við getum þess að tékka við það bóks, það það farið. Það virðast flestir vera sammála það að aflétting gjaldeyrishafta sé gríðarlega mikilvæg en nokkuð áhættusöm. Það er ekki allir sammála hvað þetta er að kosta okkur á hverju ári, maður heyrir svona suma segja sína skoðun á því. Er áhættan þess virði að reyna að drífa í þessu? Vegna sem maður heyrir það oft hjá þeim sem þurfa síðan að framkvæma þessa afléttingu eða losun að við þurfum nú að bíða aðeins róleg og tíminn svona, það er svolítið þægilegt að vera einbeita sig kannski að öðrum atriðum og meðan höftin eru, á meðan viðskiptalífið kallar á að þeim sé aflétt sem allra fyrst. Er áhættan þess virði? Það er spurning hver við skoðum því. Já, ég skal kannski taka fyrst. Mér finnst umræðan snúast mjög mikið það að sé mögulegu kostnaður við afnám á meðan það er lítið talað kostnaðinn af því að hafa fjármagnshöftin. Að undanskilinni skýrslu frá viðskiptaráði sem var að reyna að meta þennan kostnað, þá finnst mér fáir ræða þennan kostnað af því að hafa þessi fjármagnshöft.
Og þegar það talað það að það megi alls ekki afnema þannig að lífskjör skerðist á einhvern hátt, þá miðað við hvaða lífskjör, þau lífskjör sem við erum að búa við í dag sem eru í raun skert vegna hafta. Það verður náttúrulega að skiljast. Og svo þessu til viðbótar þá alltaf oft verið að tala raungengi og við erum að passa að hafa krónuna sterk og þess háttar. Ég hefði haldið að í þessari samkvæmdu þá ætti það að vera mjög vel skiljanlegt að raungengi líka samkeppnishæfni út af við. Og við viljum ekkert hafa krónuna sterk eða veika, við viljum hafa hana rétta þannig að framleiðslu þættirnir fara á réttan stað í hagkerfinu og við séum að beita þeim á þann hátt að hagvöxtur verður góður til frambúðar. Það mjög óhagkvæmt fyrir okkur að við höldum þessum höftum og höldum krónunni sterkri og þar að leiðandi verði öll framleiðsla í hagkerfinu skökk vegna þess og þeim lengur sem við viðhöldum höftunum og viðhöldum þessu ástandi, þeim lengur og verður við þeirra aðstöðu vegna þess að framleiðsluþættirnir eru bara mögulega komnir á rangan stað. Akkurat. Nú, við höfum fengið spurningu hér á tölvupósti. Það var hún Hildur sem sendi okkur spurningu varðandi í rauninni sjálfbærni. Hún spyr panelinn, telji því að hluti að samkeppnishæfni Íslands sé að við fylgjum fordæmi annarra þjóða í að vinna markvisst að sjálfbærni og ekki aðeins efnahagslegum viðmiðum heldur einnig samfélagslegum og umhverfis viðmiðum og hvernig hægt sé að hvetja fyrirtæki og stofnanir til að taka ábyrgð á þeim þáttum. Það er að segja, skiptir sjálfbærni og samfélagsleg ábyrgðarslíkt miklu máli varðandi samkeppnishæfni landsins eða þetta kaldara en það? Ég tek algjörlega undir það. Ég held að þessi þættir verða algjörlega að haldast í hendur. Sjálfbærni nærlega byggir á 3 stoðum. Byggir á efnahagsstoðinni og byggir á samfélagsstoðinni og byggir á umhverfisstoðinni. Og þetta verður alltaf að haldast í hendur og efnahagslegur ávinningur getur ekki haldist uppi nema að umhverfismálin og samfélagsmálin styðji við þeim. Og ég held að við á Landsvirkjun erum til þess mjög meðvituð og höfum mótað mjög skýra stefnu í þessum málum og var eitt helsta umbótaverkefni sem við stefndum unnum að á síðasta ári er að skilgreina þetta í víðu samhengi og sérstaklega fyrirtæki sem vinna svona með auðlindir verða að vera mjög meðvituð það. Ég myndi kannski aðeins bæta við líka, ég held að varðandi þessu umræðu sem er þessa mælikvarða, ég held að eins og ég tel að séu mjög gagnlegir þessir mælikvarðar á samkeppnishæfni og mjög áhugavert að benchmarka sig og horfa á hvað maður getur bætt sig, að þá má samt ekki gleyma því að þetta er ekki grundvallar markmiði. Það er í eðlisund ekkert markmið að hafa góða samkeppnishæfni. Markmiðið er að hafa góð lífskjör. Og svo er það rökstutt að til þess að fá góð lífskjör að þá er eitt af því sem styður við það er samkeppnishæfni. En það er mjög margt annað. Og það er mjög áhægt að taka sérstakann fund það hvað eru góð lífskjör. Við erum að ræða þetta styður mikið við efnahagslegu lífskjör en lífskjör eru líka margt annað. Jöfnuður og heilbrigði og allt annað sem við viljum stefna. Þannig að það má alls ekki gleyma því að þetta er raun og veru ekki grunnmarkmiðið, heldur er þetta sem styður við grunnmarkmiðið sem eru varanleg góð lífskjör. Hvernig skilum við líka bara landinu til næstu kynslóðar. Sem að margar þjóðir eru mjög uppteknar að Íslendingum hefur alltaf verið sama þó við skilum miklu meiri skuldum til næstu kynslóðar heldur en við tókum við, til dæmis. Ef þið áhorfendur í salnum viljið taka þátt í umræðinni með okkur, þá er hann Jón hér í salnum með hljóðnema og þið getið vakið athygli á ykkur en mig langaði að bera eina spurningu undir Katrínu Olgu vegna þess að þú hefur fjallað svolítið samkeppnisstöðu íslenskra fyrirtækja, annars vegar á íslenska markaðnum, sem pínulitla markaði og hins vegar á alþjóðlegu markaði. Nú eigum við fyrirtæki sem eru að keppa báðum mörkuðum, þar sem helsti samkeppnisaðilinn er kannski ekki sá sem við flest höldum, sem þessi íslenski sem verið að bera saman við. Þurfum við vegna þess hve opið alheims eða hagkerfið þurfum við stundum að velja á milli að íslenskt fyrirtæki geti verið í sanngjarnri samkeppni á Íslandi eða þó það geti verið í virkri samkeppni erlendis. Já, það sem ég alltaf lagt áherslu á þegar þú ert að skoða umhverfið þessara fyrirtækja. Ég hef náttúrulega nefnt Icelandair, ég hef nefnt fyrirtæki sem ég stjórnarformaður fyrir ég hef nefnt 365. Umhverfið þessara fyrirtækja orðið mjög alþjóðlegt. Þú ert að keppa við alþjóðleg fyrirtæki eins og Icelandair, ef ég tek það sem dæmi, ég minn alltaf séum ekki með 0,1% markaðshlutdeild á flugi yfir hafinu, meðan að við erum auðvitað ráðandi hér á markaðnum. Og það náttúrulega, finnst mér, horfir mjög svona gagnt við þegar að það jafnvel verið
sekta eða ávíta fyrirtæki fyrir sterka stöðu á markaði þegar samkeppnin svo gífurleg og hún kannski stærstum hluta erlendis frá og við þurfum svona aðeins að velta fyrir okkur hvernig ætlum við að lifa í þessum stóra heimi sem orðið internetið og til dæmis ef við tökum okkar umhverfi. Google okkar keppinautur, en já ofslega stórt hér og öllum finnst já vera í mjög ríkjandi stöðu en við erum náttúrulega við erum ekki einu svona baun miðað við Google. Og ég held til dæmis að verslun í landinu sé til dæmis eitt af þessu sem mikil ógna varðandi, við getum öll orðið verslað á netinu. Þannig að mér finnst, ég hef lagt svona áherslu á það að eftirlitsumhverfið þarf svolítið að fara að horfa öðruvísi til þessar íslensku fyrirtækja út af þessu svona alþjóðlega umhverfi því ekki viljum við vera bara litla eilandið sem í lokuðu hagkerfi. Ég held að það sé, við þoldum gjaldeyrisöft hérna þegar þau voru sett á, ég veit ekki man nú ekki alveg hvenær það voru í 50 ára því þá var hagkerfið allt annað. Við erum bara með allt öðruvísi hagkerfi í dag. Þannig að það svona það sem ég hef verið að benda á að við þurfum aðeins að opna augu okkar fyrir því að við erum ekki bara litla Ísland. Akkurat. En þetta væntanlega svolítið viðkvæm umræða vegna þess að þetta gæti orðið til þess að samkeppnisstaða hér heima, nýliðun í ákveðnum atvinnugreinum gæti reynst mjög erfið vegna mjög sterkra stöðu þeirra sem eru þá í þessari alþjóðlegu samkeppni. Hún getur líka orðið til þess að þú missir fyrirtæki, þau fara bara eða verða bara alþjóðleg fyrirtæki sem það fullt af, ég alveg sammála, þetta mjög viðkvæm staða, hvernig þú taklar þetta. Ég vekja athygli á þessu líka bara til þess að umræðan fari í það að hvernig ætlum við að takla þetta, hvernig viljum við reyna að nálgast svona mál. Þannig að það sé ekki bara horft á það að út frá einhverjum þröngum litlum sýn frá lítill eyju, heldur erum við í stærra samhengi. Já. Við fengum spurningu sem ég ætla nú að beina til Frosta, við fengum hana á tölvupósti á fundarstjóra.vfib.is hér áðan. Það var Sigþór sem sendi okkur varðandi það sem Björn Brynjólfur var að sýna okkur áðan, sveiflurnar á milli ára hjá Íslandi og hann setti þetta í samhengi við þá sveiflunar í íslenska hagkerfinu. Við viljum vera hátt á lista og við viljum að þessar tölur komi þokkalega út hjá okkur og við séum með litla verðbólgu svo framvegis. Hversu miklu máli skiptir stöðugleiki til langs tíma? Já, ég held að hann skiptir gríðarlega miklu máli og hefur verið einn helsta ástæða þess að við höfum verið að þokast í rétta átt hérna á undanförnum árum. Við höfum náð ákveðnu jafnvægi eins og Bjarni fór yfir í sinni ræðu þar sem að menn ná að stilla strengina betur saman á vinnumarkaði í ríkisfjármálunum og peningamálin eru náttúrulega í dálítið skrítinni stöðu þar sem við erum svona í vakkjum í gegnum þessi gjaldeyrisöft. Auðvitað þessi mælikvarði samkeppnishæfni í gegnum þessi könnun ekkert hafin yfir gagnrýni og það eru ýmis atriði þar sem að henta síður fyrir smærri hagkerfi eins og það íslenska og ágætt að hafa það í huga þegar niðurstöður eru skoðaðar. Það við því að búast að við sveiflumst örlítið meira heldur en önnur hagkerfi gera á þessum lista og bara út frá efnahagslegum mælikvörðum. Sigríður og hennar félagar í Seðlabankanum eru búin að fara vel yfir það að hagkerfi hérna er talsvert sveiflukenndara heldur en gengur og gerist. En það breytir því ekki að þessir mælikvarðar eru gríðarlega gagnlegir og þeir eru ekki síst gagnlegir í samhengi við það að marka langtíma stefnu. Það sem kannski þessar spurningar sem hafa komið hingað til eiga sameiginlegt svona ákveðin togstreita á milli skammtíma og langtíma sjónarmiða. Sjálfbærnin, gjaldeyrisöftin, hvort áhættan sé þess virði. Oft hallast fólk að auðveldu leiðinni í svona flóknum og erfiðum viðfangsefnum og horfir of mikið til skamstíma. Könnun eins og þessi, hún hjálpar okkur að fókusera hlutina í heildstæðara samhengi og færa kannski markmiðin meira frá þessum skammtíma sjónarmiðum yfir á langtíma sjónarmiðin sem gríðarlega mikilvægt einmitt fyrir efnahagslegan stöðugleika, fyrir sjálfbærni og til að taka réttar ákvarðanir í samhengi við gjaldeyrisöftin. Við má aðeins líka bara koma inn að þegar maður var að horfa á þessi samantekt. Það var svona tvö atriði sem mér fannst svona standa allavega uppi frá sem kom upp í huga minn. Fyrir það fyrsta segi ég bara við íslenska atvinnulíf, við ætlum ekki að vera þarna aftur
ég meina við stjórnum þessu íslenskt atvinnulíf, ég meina við stjórnum kannski ekki efnahagsmálunum hérna sem að stýrum íslensku atvinnulífi, en við stjórnum því hvað við gerum. Og ég meina við vitum það til dæmis, ég meina bara í þessari McKinsey-skýrslu með framleiðnina, það náttúrulega eitthvað sem við eigum að fara í og við þurfum að fara að horfast í augu við það að framleiðnin hérna ekki nógu góð og við þurfum í verslunargeiranum, í þjónustugeiranum að hugsa hvað ætlum við að gera? Við getum ekki bara alltaf sagt þið að laga hérna efnahagsstefnuna, en hvað ætlum við að gera í þessum málum? Þannig að ég ætla nú bara svona senda út hérna áskorun til íslenska atvinnulífs að á næsta ári þá sjáum við ekki, við vorum við í 31. sæti var það ekki, ég vil sjá okkur ofar þar, alveg klárlega. Númer 2 sem mér fannst líka svolítið áhugavert sem var í þessari samantekt varðandi líka efnahagsstöðugleikann og við þurfum að koma þar, að það var þessi samfélagslega sátt. Mér langar líka svolítið að kalla eftir henni. Það einhver teikn hana, ég meina við sjáum til dæmis þetta frumvarp sem Bjarni leggur fram núna, það náttúrulega var unnið í fyrri ríkisstjórn, hann tekur það áfram, frábært, hann hefði alveg getað hendi út af því hendaði ekki, það komið ný ríkisstjórn. Efnahagsleg sátt, við erum komið með, það 3 ár næstu kosningar. Ætlum við aftur að fara í það að vera alltaf að rífast og segja þú veist þetta óvöld sem þess að gera, þannig að mér finnst við þurfum svolítið að velta fyrir okkur hvernig ætlum við að vinna í þessari samfélagslegu sátt. Sumir segja að það þurfa að vera bara minnihlutastjórnir í Íslandi því það séu svo í Danmörku, þá þurfum við alltaf að vera að semja og þá sé sátt. En ég held að þetta sé eitt faktor sem við þurfum að vinna í að í næstu kosningu þá kom ekki alltaf eitthvað nýtt sem að skapar óstöðuleika sem gerir það að við erum ekki að ranka hátt í svona skýrslu. Ég tek undir þetta, Katrín, ég held að þessi samfélagslega sátt sem að vissulega verum að sjá jákvæð merki núna og samtalsvettvangurinn sem að viðskiptaráð stóð að og fleiri, hún svona virkilega líka í þá átt en það líka mikil krafaldi sem við erum að gera til stjórnmálumanna að þeir vinni saman það að flokkur lendi í stjórnarandstöðu, hann ber jafn mikla ábyrgð á því að móta stefnuna og vinna áfram. Því að í þessum stóru málum okkar eins og heilbrigðismálum, menntamálum, sjávarútvegsmálum, orkumálum, þá verða að vera stefnur, það tekur meir en 4 ár að móta stefnuna. En við verðum alltaf að móta nýja stefnu og ekki að byggja á því sem gert áður, þá verðum við svona ákveðin á stefnulaus eins og við erum mikið í þessum stóru málum. Ég tek líka mjög undir þetta varðandi framleiðnina og hvernig markmið við setjum okkur einmitt. Það svo eins og þessi mælikvarðar eru mikilvægir, þá eru þau líka hættulegir. Og ef við tökum svona mælikvarðar sem við notum mikið og kom fram hérna í ræðu ráðherra meðal annars, þá erum við veltum fyrir okkur hvað eru svona algengustu mælikvarðar sem við setjum okkur, sem við ræðum gæði verkefni eða hvernig okkur gengur, þá það algengasta sem við metum fjöldi starfa eða fjárfesting sem hort á. Meðan að eins og kom fram í McKinsey-skýrslunni það sem skiptir öllu máli framleiðni vinnuafls og framleiðni fjármagns. Og til dæmis fjöldi starfa til að búa til verðmæti, hann í öfugu hlutfalli við framleiðnina. Það sem við eigum að vera að horfa á, sérstaklega því við erum svo fá og erum nánast með ekki neitt atvinnuleysi, þá ættum við að reyna að búa til sem mest verðmæti með sem fæstum störfum. En við erum stjórnmálamenn og umræðan og fjölmiðlar eru alltaf svo uppteknir af því að það var atvinnuleysi fyrir 4 árum í fyrsta skipti bara í sögu, bara lífveldisins, eða mjög langa tíma. Þá erum við alltaf að leysa þennan mælikvarða sem í eðli sínu ekki rétti mælikvarði. Engin mælikvarði réttur. Það þarf alltaf að halda eftir hver eru þessi grundvallar markmið að hámarka lífskjöri. En við erum ótrúlega lítið að velta fyrir okkur framleiðni vinnuafls og ekkert að velta fyrir okkur framleiðni fjármagns, sem í eðli sínu jafnvel mikilvægara heldur en hitt. Og það sem við virkilega staðið okkur vel í gegnum tíðina það að skapa atvinnu og að fjárfesta. Fjárfesting, bara ef við horfum sögulega, þá eru gríðarlega fjárfestingar, gríðarlega atvinnuþátttaka og akkur erum við þá ekki efst á listan. Það að því að við erum ekki að gera rétt úr hlutin og við erum ekki að gera það rétt. Og við gleymum okkur í mælikvarða. Eins og ég nefndi áðan, þið getið endilega vakið athygli hans Jóns hér í salnum ef þið hafið spurningar úr salnum. En við fengum spurningu frá honum Árna hér áðan sem beint til Sigríðar. Það ger allir ráð fyrir því að þú getur svarað öllum spurningum varðandi Seðlabankann, við sjáum hvað þú teistið því. Það spyr, Seðlabankinn ekki með ranga hvata að fókusera á verðbólgu og handstýra gengi krónur á sama tíma?
mun það ekki óhjákvæmilega leiða til þess að gengi krónu verði of sterkt undir höftum og þannig dragi Seðlabankinn úr samkeppnishæfni þjóðarinnar einfaldlega vegna rangra árangursmælikvarða? Já, ég held að ég verði nú að senda frá mig spurningum um markmið Seðlabanka og markmið Seðlabanka náttúrulega bara sett í lögum og markmið Seðlabanka að viðhalda stöðugu verðlagi og viðhalda fjármál og stöðuleika, svo það tvöfalt markmið hjá Seðlabankanum og við verðum náttúrulega bara að framfylgja því en það náttúrulega í raun alveg rétt að ef þú ert farin að stýra gengi eða festa gengi þá í raun getur ekki á sama tíma náð neinu öðru markmiði, svo sem eins og verðstöðuleika. En það Seðlabankinn ekki með fastgengistefnu og hinn hefur verið sagt að við erum svona að reyna að koma í veg fyrir óhóflega sveiflur í gengi sem hafa eiginlega komið til meðal annars vegna fjármagnshaftanna og lítils flæðis. Það svona óreglulegt flæði, við erum svona í smá verkfræði bara með gengið held ég þarna. En að sjálfsögðu þá verður að passa upp á það að stýra sveiflum fari ekki í það að annarkvort hafa áhrif á gengið þannig að verða of sterkt eða of veikt. En við verðum samt að gera okkur grein fyrir því að við erum með fjármagnshöft til þess að halda gengi uppi. Við fengum með spurningu. Það er það sem við erum að gera. Hann Höskuldur sendi okkur spurningu á fundastjóri@vfib.is. Hver ber ábyrgð á þessu verkefni að losa gjaldeyrishöftin? Það er spurning hvort við Var ekki Bjarni bara flóinn. Ef ekki kæla honum bara um allt. Jú, látum hann svara því. Akkurat. En aðeins meira kannski varandi Bjarna vegna þess að hann ekki í salnum. Hvert hlutverk hins opinbera? Katrín, þú varst að nefna að atvinnulífið þarf aðeins að hysja upp sig varðandi þessa stöðu. Við viljum ekki verið í 31. sæti aftur. Hver eiga núna næstu verkefni stjórnarinnar að vera? Þeir eru búin að vera í 1 ár í þessari viku, eins og Bjarni nefndi. Hvað skiptir mestu máli? Við væntanlega sammála að það þurfa að vinna í þessu varðandi gjaldeyrishöftin. Eru einhver ákveðin önnur aðkallandi verkefni sem ríki gæti gripið til þess að hækka okkur snöggvast upp þennan lista? Stórt spurt. Það sem ég vil kannski bæta við það sem hann Hörður sagði áðan varðandi að stjórnarandstaðan ber líka ábyrgð á en það er náttúrulega líka ábyrgð stjórnarinnar að draga stjórnarandstöðuna að stefnumótun og þegar ég held að þessi oft tilnefingin hérna þegar þú konir stjórna þá skellur í lás varðandi alla og þú veist þeir skipta ekki máli sko. Þannig ég held að þetta sé náttúrulega líka í þessum samvinnu eða þessu samfélagslegri sátt sem þarf að vinna í. Ég veit ekki frá Stjátt túlkursvöru. Já, grípinn. Það var nú tekið fram að viðmót okkar væri að versna til muna á milli ára. Það er að segja að við værum í rauninni bara orðin, okkur væri bara verð við útlendinga. Ég veit ekki hvort að það sé túlkunin. Það er að segja að viðmót okkar gagnvart erlendu fjármagni og erlendri fjárfestingu sé að versna. Hjá þér til dæmis, Hörður, gríðarlega mikið fjármagnsþörf þegar farið í stórar og mikla framkvæmdir og í þessum bransa það sem við þurfum mikið fjármagn, þurfum aðkomu einhvers fjármagn sem við kannski sitjum ekki á sjálf. Myndi mikið breytast ef hér mun auðveldara fyrir erlend fjármagn að streyma inn í fjárfestingar? Er það nauðsynlegt? Á meðan við erum í höftunum náttúrulega heilmikið fjármagn á lausu. Þannig að höftin trufla fjárfestingar mjög mikið þó svo að erlendir aðilar geta fengið undanþágur þá verður þetta alltaf mjög flókið en þú spurði líka fyrir spurningi var hvað eiga stjórnvöld að gera. Ég held að stjórnvöld geta unnið mikið í því að einfalda regluverk og þar að leiðandi auka framleiðni í opinbera kerfinu og þó hefur skorað ágætlega til dæmis í því að stofna fyrirtæki. Þá held ég að væri hægt að einfalda það á mörgum sviðum varðandi alls konar leyfisveitingar og þá er ég ekki að tala um að slaka á kröfum, ég er alls ekki að tala um það, ég held að þetta er oft snúið upp í það við séum að biðja það að sé ekki fylgst með fyrirtækjum heldur einfallega að bara gera það á effektívan hátt. Til dæmi má taka að við erum að sjá núna mjög áhugaverðan iðnað verða til á Íslandi sem að ganga raun og veru miklu betur heldur en menn gera sig grein fyrir sem gagnaversiðnaðurinn. Það væntingarnar voru bara alltaf hávar í upphafi að þetta gerist úr hratt en sem var algjörlega óraunhæft en þetta er að ganga afar vel núna og það er bæði Tor datacenter og Vörn að vaxa mjög mikið og bara margfaldar sig núna á ári en það er til dæmis vandamál sem þeir standa frammi fyrir að þegar erlend fyrirtæki koma hérna og setja upp tölvu og vilja keyra tölvuna bara og þess vegna prófa sem er það byrjunin á því að stofna hérna fyrirtæki að þá þýðir það samkvæmt íslensku lögum að þá þurfa að stofna starfsstöð á Íslandi.
þá þarf nánast að bara stofna fyrirtæki og fara að gera upp ársreikning fyrir þó að sé engin starfsmaður. Löndin í kringum okkur eru algjörlega bara að leysa þetta. Þau leyfa svona ákveðna undanþágur þarna. En þarna svona bara dæmi einfaldur utan sem við erum að hafa hluti oflókna og bara vegna smæðarinnar þá eigum við að vera tiltölulega fljót að laga svona hluti. Og það á mörgum stöðum verið að þvæla óþarfa reglugerðir og óþarfa að senda menn fram og tilbaka í kerfinu til þess að fá einföld leyfi sem þjónar engu tilgangi gerir ekki að gera meiri kröfu til fyrirtækjanna, þetta bara ákveðið skipulagsleysi. Ef ég má líka grípa, ég held að þessi maður þurfi náttúrulega að gera, og sem betur fyrir erum við kannski, ég menn þetta náttúrulega hefur komið svolítið náttúrulega í þessari McKinsey-skýrslu og í samráðsvettvangnum og fleira. Það þessar kerfisbreytingar sem ég held að sé náttúrulega alveg afskaplega mikilvægar. Við þurfum að horfast í augu við það að þessi kerfi sem við erum með til dæmis í menntakerfinu, varðandi skipulagða kennslu og fleira, það þarf að brjóta það upp og við erum að sjá núna einhver skref stigin í þá átt og ég vona að mennum byrji gæfa til þess til dæmis að stytta nám til stúdentspróf 2 ár, ekki bara 1 ár, heldur 2 ár og kerfisbreytingar myndi ég líka vilja sjá í heilbrigðiskerfinu, ég meina einkarekstur, við má náttúrulega ekki segja einkavæðing, það verður allir hræddir alveg leið að var að tala núna að lífeyrissjóðirnir keyptu í Landsvirkjun þá stekku allir upp alveg verða hræddir en minnst fara inn í einkarekstur, við sjáum það hefur skilað mjög góður árangri í heilsugæslunni til dæmis í Svíþjóð, tollamál endilega skoða þau og ekki síst landbúnaðarmálin, það má nú alveg aðeins nú ræða þau, það verðist enginn vilja taka þau upp, enginn flokkur verðist alltaf að segja að það þarf að gera eitthvað og það myndi bæta lífskjör bænda ef við hefðum kjark til þess að segja skoðum þetta kerfi og bara hendum því eins og það en byrjum upp á nýtt. Það myndi allir vera glaðir með það. Er þetta skoðun viðskiptaráðs, Frosti? Já, engin spurning ef ég hef gripið inn í hérna hjá Katrínu áðan þá allt ég hefði komið inn á þessi atriði ef það er horft bara heilt yfir niðurstöðnar í könnuninni þá þetta svona, við erum með eldhús sem hefur öll hráefnin og við sjáum að innviðnir eru sterkir sem gríðarlega mikilvægt, myndar svona grunn fyrir hagkerfið, við höfum aðgengi orku, við höfum hreint vatn, við erum með unga þjóð og svo framvegis. Þannig að þessi þættir sem eru kannski aðeins svona statískari heldur en hinir eru til staðar, það er bara spurningum að fara á matreiðslunámskeið og gera þetta með réttum hætti og þar eru þessi 2 þættir sem eru svona veigamestu veikleikarnir okkar, annars vegar það sem snýra að fjármagnsmörkum og gjaldmiðlunum og þar þurfa stjórnvöld og Seðlabankinn að taka hendur saman og svo hins vegar framleiðni þátturinn og það eru þessar kerfisbreytingar sem að Katrín kom inn á og það er nú komið góður listi úr þessari vinnu frá samráðsvettvangnum aukna hagsæld mögulega breytingar þar að segja að gera meira og minna. Katrín myndist á menntakerfi við setjum meira fjármagn inn í menntakerfi heldur en okkur önnur þjóð og ættum þar að leiðandi búast við að fá mest út úr í samhliða. Þannig að ég held að það sé engin spurning að það sé tækifæri til þess að gera fjölmarga breytingar sem að þoka okkur upp þennan lista og í rauninni svona heildarniðurstaðan í ákvæði í því samhengja. Við erum við stöndum höllum fæti á ýmsum sviðum sem að bjóða upp á ríkt tækifæri til breytinga. Nú hefur því viðskiptaráði unnið að þessari rannsókn og úttekt og samantekt upplýsingar með EMD núna í nokkur ár. Þið fáið þessar leiðbeiningar frá þeim eða fáið þessar samantekt. Hversu raunhæft finnst þér, eða kannski ekki raunhæft, hversu líklegt finnst þér að ráðist verði í þær breytingar sem nauðsynlegar eru þegar þið farið síðan núna næstu árum að safna þessum upplýsingum aftur saman, svo við sumum þetta svona aðeins upp. Er líklegt að við verðum hærra á listanum á næsta ár til dæmis? Erum við á réttri leið? Já, ég meina ef þú horfir á þróunina þá erum við að þokast í rétta átt og eins og ég myndist á þessar stærðir sem eru svona illhreyfanlegri innviðnir og samfélagslegi þættir og þeir standa vel. Þannig að við eigum alveg að hafa öll tækifæri til þess að þokast upp í efnahagslegri frammistöðu, opinberum fjármálum og framleiðni einkageirans. Það veldur auðvitað miklu leyti á okkur í atvinnulífinu að taka réttar ákvarðanir og ekki síður á stjórnvöldum að búa svona hnútana að umhverfið og hvatarnir bjóði upp á
að rétt skref verði stigin. Og heilt yfir þá ef ég ætti að spá, þá myndi ég segja að við förum frekar upp á því heldur en niður á við. Akkurat, við vonum það, en við erum bara rétt held ég komin á enda stöð varandi tíma. Ég þakka þér Frosti kærlega fyrir samstarf við ykkur í Viðskiptaráði. Ákveðlega gaman að geta tekið þessa úttekt og rætt hana almennilega. Þetta er svo sannarlega þarft innlegg í umræðinu og við heyrðum það bæði á viðtökum þeirra sem sitja hér í panel og Björns og Hrafns að það er mjög margar áhugaverðar upplýsingar og mikið sem hægt er að vinna úr. Mörg viðfangsefni fyrir okkur núna þegar við förum heim að líta aðeins á það hvað við getum gert til þess að hækka okkur upp listan. Ég þakka kærlega fyrir það. Katrín, Herði og Sigríði sömuleiðis, þakka ykkur kærlega fyrir komuna, Birni, Hrafni og Bjarna og ykkur sem eru hér í Hörpu í dag og eru að fylgjast með á netinu. Þakka ykkur kærlega fyrir komuna í dag.